Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum við að ræða fund fólksins sem haldinn í Menningarhúsinu Hofi hér á Akureyri og hófst í dag og heldur áfram á morgun. Við ætlum að fræðast þetta fyrirbæri, tilgang og hvað að vera. Verið velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Silja, þú kannski byrjar á því að segja mér aðeins frá því hvaða fyrirbæri þetta er. Fundur fólksins lýðræðishátíð, kannski fyrst og fremst. Og þarna gefst fólki í rauninni tækifæri svolítið til að koma. Við fáum til okkur ýmis félagasamtök og fólki gefst tækifæri til að koma, bara fólki á götunni og eiga gott samtal við eins og stjórnmálamenn og ýmsa aðila bara úr fjölbreyttu samfélagi. Já. Og ég horfi svolítið á þetta í staðinn fyrir að vera heima og tala við útvarpið eða sjónvarpið að koma á staðinn og hitta fólk og segja þína skoðun og hlusta á aðra. Það er náttúrulega líka mjög mikilvægt að hlusta á hvað hinn hafa að segja líka. Já, mamma sagði það allan, hún sagði bara, Hilda mín, Guð gaf þér bara 1 munn og 2 eyru, það ætti að segja þér eitthvað. Akkurat. En þið hjá Norræna félaginu hafið verið að sjá þetta fyrir sunnan. Hvernig lítið þú á þetta? Já, við í Norræna húsinu höfum verið að því, sko. Við í rauninni tókum þetta inn í upphafi sem bara konsept til að kynna Íslendingum að þetta er rosalega rótgróin hefð á Norðurlöndunum, svona hátíðir sem eru yfirleitt haldnar svona yfir sumartíman svona frá júní og fram í ágúst, september eitthvað svoleiðis. Og það einmitt svona þessi sama hefð sem hefur orðið til á undanförnum áratugum. Sérstaklega er hún stór í Svíþjóð þessi hátíð. Það er hún haldin á Gotlandi, í Almedalen. Og þangað koma 40–50.000 manns eða eitthvað svoleiðis. Og það er bara eyjan er löngu sprungin og það eru stórar ferjur bara sem að hýsa fólkið og svona, þannig að það er svona þessi hugmynd sem að okkur langaði að athuga hvernig Íslendingar tækju í. Þannig að hátíðin hefur sem sagt verið haldin í tvígang við Norræna húsið og í Norræna húsinu. En við erum rosalega ánægð með að þessi hátíð sé komin hingað til Akureyrar vegna þess að allan hinn Norðurlöndunum þá er sem hefð fyrir því að hún fari fram utan höfuðborgarsvæðisins. Og það svona, konseptið er að fólk komi á staðinn og sé á staðnum í ákveðin tíma og eins og segir svona sé bæði að tala saman viðburðahaldararnir og í samtali við bara fólki á staðnum og þetta vonandi heldur á þessu hefð áfram þannig að fólk bara drífi að á þessa hátíð. Þannig að það kannski tekur líka tíma til að byggja það upp. Já, það gerir það náttúrulega. Það þarf náttúrulega fyrstilega að kynna konseptið fyrir fólki og í rauninni maður gerir það ekki öðru heldur en bara að halda nokkrar hátíðir og þannig náttúrulega bara kynnist fólk þessu og svo vonandi að þetta vaxi og dafni. Getið nefnt okkur kannski eitthvað dæmi það sem að þau erindi eða hvernig þetta virkar? Er þetta málstofur, er þetta fyrirlestrar, er þetta spjall? Hverjir eru að tala, hvað er að gerast? Þetta er bara allt mögulegt. Það eru bæði fyrirlestrar, málstofur, pallborðsumræður, sófaspjall og við til dæmis fáum til okkar stjórnmálamenn og einn ráðherra allavega. Óttar Proppé kemur til okkar á morgun og hann mun vera með sófaspjall sem að virkar þannig að þeir setjast í sófan og svo getur ég og þú eða Jón út í bæ koma og sest og átt bara samtal við hann og komið kannski einhverju sem að þér langar að koma á framfæri og hann hlustar og segir sína skoðun þannig að þeir geta átt svona óformlegt spjall. Já. Og það eru líka fjölmargir aðrir að koma þegar ég var að kíkja hérna á fína blaðið ykkar og þetta er heilmikil dagskrá. Já, það eru rétt undir, ég held að séu 67, rétt undir 70 félagasamtök sem eru að koma bara í 2 daga, í dag og á morgun og það er bara allt frá ASÍ bara það er náttúrulega dagur læsis í dag þannig að það er bara öll flóran og mjög flott dagskrá. Er þetta eitthvað sem þið teljið að við þurfum að þjálfa okkur í sem Íslendingar að einmitt eins og hún nefnir, kannski svona töðum onni brjóstið á okkur yfir öllu þessu og hvað þetta sé nú allt saman eitthvað í miklu rugli. Að tileinka okkur meira að tala og hlusta? Já, algjörlega bara allir Ég held að við séum sem kannski ekki verri en aðrir hvað þetta varðar en þetta er bara tilvalinn vettvangur til þess að einmitt að koma saman og eiga þetta svona millilega lausa spjall eins og segir. Við
ráðamenn og ekki bara ráðamenn, ekki stjórnmálamenn heldur líka, ég meina þess að segja, það náttúrulega verkalýðsfélögin og það náttúrulega, þú veist, það fleiri áhrifaaðilar í samfélaginu heldur en bara þeir sem sitja á Alþingi sem að hafa vald í samfélaginu. Allir fólk upplifi að samfélagsmiðlar hafi einhverju leyti brúað þetta bil milli ráðamanna eða þeirra sem að ráða í samfélaginu og þeirra, þannig að jafnvel, hvar kemur svona fyrirbæri inn þegar við búum á þessari öld samfélagsmiðla? Er orðin óþarf að hittast og tala saman eða? Ég vil segja alls ekki. Út af að samfélagsmiðlun hefur kannski komið svolítið í staðinn fyrir þetta, en ég held að þetta sé samt nauðsynlegt og við þurfum kannski að læra þetta aftur út af því við vitum bara öll ef við erum að skrifa e-mail eða tala saman á samfélagsmiðlunum að verða oft ákveðin misskilningur. Og þar hlustar kannski heldur ekki jafn mikið eins og þú ert að tala mann við mann. Þannig að mér finnst þetta mjög mikilvægt og kannski þurfum við einhver leyti að læra aftur að hittast og vera, ég held að við þurfum líka aðeins að læra einmitt á svona hátíðir. Við erum einhvern veginn svona pínu kannski tilbaka og kannski eitthvað svona ósátt eða reið, en þarna er tækifæri til að koma og hitta bara mann og annan. Það er dálítið fróðlegt að pæla í því í nútíma samfélagi þar sem manni líður eins og allt eigi að fara alltaf upp á við og verða betra, að þarna erum við að fara tilbaka í formið að skrifa eins og á Facebook eða e-mail eins og þú nefnir og þá fylgir ekki svipbrigði, það fylgir ekki tónblær því að við erum að draga í rauninu úr upplýsingum við samskiptunum. Ég þekki þetta allavega sjálf, hversu oft hefur maður, ég er hætt ef það er eitthvað svona sem ég er hrædd að eitthvað fari í vesen, að þá bara hringja eða hittast. Því hitt bara býður upp á vesen bara. Akkurat. Þannig að þetta er ekkert eitthvað sem er einskis nýtt, þetta er þjálfunaratriði. Þetta er náttúrulega mjög mikilvægt sérstaklega núna þegar við erum að byggja upp traust aftur í samfélagi eftir hrunið og svona, að stjórnmálamenn og þeir sem hafi sér völd í samfélaginu, hvaða völd sem það er og hvað sem það er, að þeir fái tækifæri til að sýna að þetta er líka fólk bara, eins bara sem fer í bónus og klóstið og allt? Já, allt bara og líka náttúrulega muna það að stjórnmálaflokkar eru náttúrulega bara félagasamtök. Þetta eru ekki einhverjar stofnanir og þetta eru náttúrulega bara það sem við gerum úr þeim og reyna svona að brúa bilið á milli til dæmis stjórnmálaflokka og almennings að sýna bara fólki fram að það er ekki svona mikið bil þarna á milli, sérstaklega í okkar litla samfélagi. Þá á þetta ekki vera þannig að það sé einhvern veginn að þessi gagnkvæma tortryggni sé í gangi. Það er rauninni, ef maður hugsar út í það, algjörlega absúrt. Og líka bara ef maður fer í ennþá svona dramatískari stemmingu að þá allavega upplifir maður ofta að bara misskilningur getur skapað stríð. Þannig að þetta er heimsfriðurinn getur verið fólgin í þessum sameiginlega mannlega skilningi. Þannig að þetta er ekkert svona hátíð getur þó að sé þetta kannski eitthvað sandbotn, en það er kannski, sjáu þið það þannig fyrir ykkur, hugsið það eitthvað tímann. Hérna erum við að leggja til heimsfriðar. Tryggjum heimsfrið. Þetta er kannski að bæta við í nýtt kjörorð. Já, nýtt kjörorð. Einmitt. En mér finnst gott og nefndir það með varðandi traustið og ég sé það líka að þetta er mjög mikilvægur vinkill í þessa umræðu og af hverju hátíðin og það er að byggja upp þetta traust á milli fólks. Út af við gleymum alveg stundum að hlusta. Og það tala svolítið það þegar við erum að tala með fund fólksins og við erum að skrifa greinar og svoleiðis að við erum bæði að tala mikilvægi þess að segja sína skoðun og hlusta. Nákvæmlega. Reyna að setja sig í spor annað, skilja hvort annað, njóta lífsins. Takk fyrir að koma hingað og ég auðvitað vil bara hvetja fólk til þess að mæta. Ég held að það sé eina leiðin til þess að kannski almennilega skilja konseptið og fyrirbæri og mikilvægi þess og kannski ef við má bæta við að við erum líka náttúrulega með eitthvað til að brjóta upp dagskrána. Við erum með skemmtiatriði og á morgun til dæmis matur fyrir fólk á flótta í samstarfi við Aleppo og Akureyri þar sem að þú kaupir máltíð fyrir sjálfa þig og í leiðinni gefur máltíð fyrir manneskju í flóttabúðum að borða það. Þannig að það er til dæmis mjög gott konsept og svo náttúrulega diskosúpan sem að við erum að elda úr mat sem annars er sóað og eldum saman og það er í samstarfi 1862. Þannig að síðan eru söngatrið og skemmtatrið, allt þar á milli með og ungmennaráð tekur þátt líka með að kynna barnvænt við erum að innleiða sem sagt barnasáttmálann. Já, Sameinuðu þjóðanna. Sameinuðu þjóðanna, þannig að það er alveg bara öll flóran og bæði skemmtatriði og svoleiðis, þannig að við hvetjum fólk eindregið til að mæta
Yndislegt, takk fyrir og ég held að við ættum bara að gera það. Mæta í Menningarhúsið Hof, þeir sem að geta, kynna sér málefnið, hægt að googla það, kynna sér örugglega á Facebook og víðar. En við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.